Heilir og sælir áhundur góðir, lífið að byrja á Hringbraut, margt í boði í kvöld. Guðjón Bjarnason verður í mannamáli hjá mér eftir skamma stund, einn mikilvægast og merkasti listamaður þjóðarinnar og arkitekt sem starfa jöfnum höndum í Indlandi, í New York og á Íslandi og raunar að mæta hinn mikill bóhem þar á ferð og ákaflega gaman að tala við hann. Kryddjurtir verða á sínum stað eftir 15 mínútur eða svo en við ætlum að byrja hins vegar hér úti á Grandagarði. En þar innipúkan að finna og á hverju ósköpunum ættum menn að fara á innipúkan þegar við erum að bjóða upp á allar þessar útvíðhátíðir hringinn í kringum landið. Tekum með því. Bryggjan hér á Grandagarði er sem sé einn af helstu tónleikastöðum innipúkans og hér erum við komin inn í kjarna staðarins og það er verið að bera hér inn fullt af dóti til þess að halda hér tónleika og við skulum fara inn í brugghúsið sjálft og heyra í Ásgeiri Guðmundsssyni sem er að undirbúa innipúkan af fullum krafti. Það er ekki ónýtt að vera komin inn í mitt brugghúsið og finna þennan keim og ilm sem því miður áhorfendur finna ekki fyrir en hér er gott að vera. Mjög gott að vera. Hér lyktar alltaf glænýjum ferskum humlum og núna verður að brugga India Pale Ale eða IPA eins og við köllum það sem ætti þá að vera tilbúin bara eftir 2-3 vikur. En þessar tónleikar eru náttúrulega mjög sérstakir hérna vegna þess að það er ekki á hverjum degi sem haldnir eru tónleikar með brugghús í baksýn. Nei, það held ég sé bara mjög sjaldgæft. Ég held að það sé bara sjaldgæft á heimsmælikvarða. Þannig að þetta er náttúrulega glæsilegur staður og hér er bruggaði besti bjór á Íslandi og hér eru reglulega viðburðir. Þannig að hér í gærkvöldi voru glæsilegi tónleikar þar sem að Júníus Meivan, Ylja, Snorri Helgason, Teitur Magnússon, Elín Ey komu fram. Voru svona hitu upp? Það er svona fyrsta skrefið í innipúkunum, með upphitun. Maður er að undirbúa fólkið fyrir helgina. Og svo í kvöld verða tónleikar á Hlemmi Square, hérna upp á Hlemmi, mannfælega. Og þar mun Jófríður Ágadóttir koma fram með sitt sólóverkefni. Hún er náttúrulega þekkt fyrir í hljómsveitinni Samaris og Pascal Pinion. Og það er mjög spennandi að sjá hvernig það gengur upp hjá henni. Og þar verðum við að afhenda, í kvöld verðum við að afhenda armbönd og selja miða líka á sjálfa hátíðina innipúkan sem svo hefst á morgun, föstudag, á tónleikastöðunum Húrra og Gaukur og Stöng í Naustinu. Og verður grasirlögð gata þar fyrir framan eins og vanlega? Já. Öll leyfi komin í gegn á síðustu stundu eins og vera ber. Þannig að við byrjum bara að tónleikja stemma í fyrramálið og flytja þarna einn bekki og kofa og hljóðkerfi og leggja ljósaserjur þar yfir. Því eins og við vitum að þrátt fyrir við séum náttúrulega innipúkar, Reykjavíkur hátíð mikil og þá eru alltaf einhverjir sem að hreinlega verða að fá smá lykt af grassi svona þessa helgi. Þetta er útilegu helgin og fólk er kannski vantið að fara úr bænum. En alltaf fleiri og fleiri er mín tilfinning sem að kjósa að vera í Reykjavík þessa helgi og njóta alvöru tónlistarhátíðar. Og við erum að tala venjulegt íslenskt gras. Já, rammíslenskt. Er þetta ekki svolítið nördahátíð, Ásgeir? Maður skildi nú ætla að venjulegt fólk væri bara úti í íslenskri náttúru á þessum tíma en það kjósa mjög margir að vera bara heima eða koma til Reykjavíkur á þessa hátíð. Já, mjög margir. Þetta er svona 1000 til 1500 mann sem eru að velta henni í gegnum innipúkan á hverju ári. Og það er líka bara margir sem eru þá kannski koma og eru á innipúkatorginu yfir daginn en kannski kosa ekki að fara á tónleikunum kvöldið. En það er alltaf fleiri og fleiri. Það er svona mín tilfinning fyrir þessu. Ég þetta nennir fólk þessu lengur að vera hérna alltaf blautur í fætunar einhvern veginn á okkur svona pop-up tjaldi í einhverju, ég veit það ekki. Og tjaldifokið og farangur með. Já, og volgu bjór í dós einhvern veginn. Ég fatt ekki, ég allavega skil ekki pælinguna, þannig að ég kýsa að vera í Reykjavík og hef gert það undanfarin ár og er innipúkin mitt heimili. Já, og fara kannski út á land aðra helgar? Já, ég elska að fara út á land og vera í íslenskri náttúru og heimsækja fólk út á landsbyggðinni. Þar er svo ótrúlega margt áhugavert og skemmtilegt að gerast. En þessa helgi, Reykjavík, engin spurning. Hver er sagan? Þetta byrjaði fyrir 15 árum, þetta er fljótt að líða en þetta hefur náttúrulega virkað á að giska sturluð hugmynd á sínum tíma. Já, það held ég og það var nú ekki minna klikkaði menn heldur en Grímur Atlason og Dr. Gunni og fleiri sem að hentu í þessa fyrstu hátíð út í Viðey, skulum við segja. Og aldrei farið inn að fela með það að þessi hátíð er náttúrulega stofnuð til höfuðs út í hátíðum. Bara reykingingar og innipúkar sem voru að fá nóg að þessu kjaftaði sem var í gangi léleg hljóðkerfi og kannski ekki mikill fókus á að bóka góða tónlist endilega, það var bara svona hent í eitthvað og þannig að þarna
var átt að henda í bara eina rockhátíð, sko, bara smá svona nördahátíð fyrir Reykvíkinginn og þess vegna vilja vera hér. Og svo hefur verið þessi hátíð þróast og hún búin að færa sig set, hún hefur verið í Iðnó, hún hefur verið á Faktori, hún hefur verið áður í Naustinu og margir aðilar sem hafa komið að henni, þannig að enginn sem á innipúkan. Það eru Dilja Ámundardóttir hefur skipulagt hátíðina, Svava Pétur, Bjössi Borgó, Kristján Freyr, Berglind Sunna, Steinþór Helgi, Eldar, ég og fleiri. Þannig að það eru alltaf einhverjir svona sem að hrærast í þessari tónlistarsenu sem að koma að skipulagi innipúkans, eru dálítið svona innvinklaðir inn í það sem líka nýtt og ferskt og inn í grasrótina líka, sem náttúrulega mjög skemmtilegt. Þannig að alltaf fáum við dálítið góðan þverskurð af íslenskri tónlistarsenu á þessa hátíð og það held ég bara fókusinn nummer 1 og 2 og 3 að þetta sé enginn á þessa hátíð, nema þá kannski þeir tónlistamenn sem að koma fram á henni hverju sinn. En auðvelt að fá tónlistamenn til þess að koma fram á þessari hátíð? Nú skyldi maður ætla að þetta væri svona háönn tónlistamannsins í því að spila út á landið þar sem menn fá kannski mest fyrir skildinginn. Eru menn alltaf tilbúin að koma á innipúkan? Já, allir. Það segir engin nei við að spila í innipúkunum, þau vilja allir spila í innipúkunum. Það er allavega að ég hef allavega aldrei fengið nei, ekki nema þá bara fyrir þær sakir að fólk erlendis að túra eða eitthvað álíka. Því að ég held að hugsunin sé alltaf fyrst fæ ég pláss á innipúkunum og svo byrja fólk að skoða hvort það geti tróðið sér inn á okkur aðra staði. Allavega það hefur verið mín upplifun en svo verður að spila kannski eitthvað aðra. Hvort ég sé kannski of innvinklaður inn í þetta og heillaður að þessari hátíð að ég sé komin úr einhverjum raunveruleika, ég veit það ekki, inn í einhverju bublu. Hvernig svona stemningin á innipúkunum alla jafna? Þetta eitt stórt fyllirí eða þetta bara svona rómantísk stemning? Alls ekki eitt stórt fyllirí. Þannig tónlistin í forgrunni, þetta eru tónleikar og nú kannski hringir síminn einhvern veginn, best að stoppa það. Þú ert að undirbúa þetta, þannig að það er í mörgóttan líka. Það hringir stöðugt, þannig að það stemmingin alls ekki með þeim hætti og það ekki endilega, og í rauninni það ekki í boði. Stemmingin við innipúkan að þarna jafnræði, þarna koma tónlistarmenn saman til þess að spila á hátíð, öllum hagnaði hátíðarinnar dreift jafnt á milli allra. Það útistemning, það innistemning, það gott sound, þannig að fólk komið til þess að njóta tónlist, það að horfa á tónleika og upplifa eitthvað, ræða við gamla vini, hitta nýja vini, skapa ástir, skapa sögu. Þetta ekki fyllirí þó að fólk sé vissulega að fá sér í glas og kannski munurinn sá að fólk kannski bara fengið sér í glas með aðeins kannski dannaðri hætti, fengið sér almennilega kokteil sem þú hristir ekki beint upp úr tjaldvagninu. Og svona lokum heldur að hafi mörg hjónabönd orðið til á innipúkunum? Já, það held ég. Engin vafi? Já, alltaf verið að tala um einhver þjóðhátíðarbörn, ég held að þetta séu allt innipúkabörn. Gangi ykkur vel. Takk æðislega fyrir.